Frá örófi alda hafa menn horft á fuglana líða loftin og látið sig dreyma. Sá draumur var aðeins fjarlægur draumur, eða það héldu menn. Á 18. öld voru 2 bræður, Montgolfier-bræðurnir, sem breyttu þeirri hugsun. Þeir uppgötvuðu loftbelginn. Það var í fyrsta skipti sem manni tókst að fljúga á svona fuglunum. Þetta fekk aðra menn til þess að hugsa, nýjar hugmyndir komu upp á yfirborði. Þeir fylgdust með fuglunum, reyndu að skilja hvernig þeir flygu og prófuðu sig áfram með eftirlíkingar. Í byrjun 19. aldar hafði mönnum tekist að smíða svifflugu, flugvél sem svífur fyrir vindi en óstýranleg. Miðja 19. öld var svo maður að nafni George Cayley sem smíðaði svifflugu sem gat borið mann. 2 bræður að nafni Wilbur og Orville Wright heyrðu af tilraununum og fengu gríðarlegan áhuga á flugi. Þeir kynntu sér allar upplýsingar sem til voru mannað flug og hófust handa við rannsóknir og tilraunir. Wright-bræðurnir eyddu miklum tíma í að rannsaka flug fugla. Þeir uppgötvuðu að fuglar svifu í gegnum vindinn án vandkvæða. Loftið sem blés sveigðavængi fuglana orsakaði lyftu. Þeir gerðu 3 misheppnaðar tilraunir en sú 4. heppnaðist. Þeir byrjuðu á svifflugum en þróuðu hugmyndina smátt og smátt yfir í nútímalegri verkfræði. Fyrsta tilraunin var gerð árið 1900, lítil tvíþekja með pláss fyrir 1 flugmann liggjandi undir væng fyrir miðju hennar. Vindurinn var ekki nógu sterkur til að hann gæti svifið með mann borð. Í annarri tilraun var flugvélin nánast 2-falt stærri. Hlutföll vélarinnar voru eftirlíking af vél Cayley en bræðrunum var þó ljóst eftir að hafa reynt að fljúga henni að hlutföllin voru röng. Í framhaldinu ákváðu þeir að stóla einungis á eigin rannsóknir og gerðu 3. tilraun. 3. flugvélin var enn stærri en þær fyrri og einnig með stýri og stéli. Samt sem áður var þeim ekki fullnægt svo þeir byrjuðu hugmyndavinnu að nýju. Árið 1903 gerðu bræðurnir 4. tilraunina, enn stærri flugur með hreyflum og vélarafli. Þeir höfðu breytt mannkynssögunni. Fyrsta vélknúna mannaða flugið átti sér stað fimmtudagsmorguninn 17. desember árið 1903. Það voru bræðurnir Wilbur og Orville Wright sem hönnuðu og smíðuðu vélina. Orville flaug vélinni og flugvélin fór 120 fet á rúmum 12 sekúndum. Það var kalt í veðri og mikill vindur, en það hindraði ekki bræðurna. Þó svo að bræðurnir hafi verið boðið öllum í nágrenninu að verða vitni atburðarins, voru einungis 7 einstaklingar viðstaddir þennan merka dag. Það voru bræðurnir 2, Adam Etheridge, John Daniel sem tók myndir, Will Doe, kaupsýslumaður svæðisins, W.C. Brinkley og Johnny Moore sem var unglingsstrákur búsettur á svæðinu. Ef betur hefði viðrað, hefðu líklega fleiri séð flugvélina stíga til lofts, en þeir fáu sem komu nutu þá heiðursins að vera viðstaddir við þessi merku tímamót í sögu mannkyns. Wright-bræðurnir eru uppfinningamenn fyrstu vélknúnu flugvélarinnar sem flaug. Wilbur Wright fæddist 16. apríl 1867 og lést 30. maí 1912. Orville fæddist 19. ágúst 1871 og lést 30. janúar 1948. Báðir bræðurnir fóru í menntaskóla en útskrifuðust ekki. Óvæntir flutningar fjölskyldurinnar árið 1884 frá Richmond til Indiana kom í veg fyrir það að Wilbur náði að ljúka skólanum. Hann hafði þá verið búinn með 4 ár af skólagöngunni. Orville hætti í menntaskóla á lokaári og byrjaði stuttu eftir það að prenta á tímarit. Það var árið 1889. Hann hannaði og byggði sína eigin prentvél með hjálp bróður síns Wilbur. Seinna ákvað Wilbur að taka þátt í tímaritaframleiðslunni. Þeir gafu út vikulega tímaritið West Side News. Seinna opnuðu þeir bræður viðgerðar- og söluverslun árið 1892. Fyrirtækið hét Wright hjólafyrirtækið, þar sem þeir gerðu við hjól og seldu þau. Þeir fóru svo að selja sín eigin vörumerki árið 1896. Þeir hlutu mikla vélræna reynslu vegna velgengni í verslun þeirra þar sem þeir framleiddu pressur, reiðhjól, mótora og aðrar vélar. Wright-bræðurnir hefðu öðlast reynslu í hönnun og smíði ýmissa tækja vegna reiðhjóla-iðnaðar þeirra. Þeir fundu lögun vængja sem hentaði flugvélum nokkuð vel með hliðsjón af tilraunum Sir George Cayley. Einnig uppgötvuðu þeir aðferð sem kallast wing warping,
þar sem sveigja sett á enda vængsins til þess að stjórna betur hreyfingu og jafnvægi flugvélarinnar. Þeir settu vængina á tvíþekju og bættu 3 meginstjórntækjum við sem þeir uppgötvuðu sjálfir. Stjórnunin valt á 3 stjórntækjum, geygi, veltu og kynki. Geygið stjórnar hraða og beygju til beggja hliða, veltan stjórnar halla vélarinnar til hliðana og kynkið stjórnar stefnu vélarinnar upp eða niður. Flugstjórnunaraðferð þeirra var mjög frábrugðin aðferðum annarra tilraunamanna á þessum tíma þar sem aðrir tilraunamenn lögðu meiri áherslu á að þróa öflugar vélar. Þessi stjórntæki eru þó enn þann dag í dag notuð við stjórnun flugvéla. Að lokum settu þeir öflugan sprengihreyfil í vélina. Þeir höfðu nýtt sér og náð tökum yfir öllum kröftunum sem eru nýttir í nútíma flugi, loftmótstöðu, þyngdarkrafti, þrýstikrafti og lyftikrafti. Lengd flugvélarinnar var 6,5 metrar og bensínknúnavélin var 82 kg. Vængkafið sem þakið var hvítu frönsku satíni var 12,3 metrar. Vélin var með 2 stálhreyfla að framan sem hvor sig var 2,6 metrar í þvermál. Flugvélin vó 275 kg. Gerð flugvéla nútímans byggist á hugmyndafræði sem margir mætir menn hafa komið að, meðal annarra Wright-bræðurnir. Þó sá fyrsti og mestu frumkvöðull fræðinnar Sir George Cayley. Wright-bræðurnir nýttu sér alla hans þekkingu á hönnun flugvélavængja við hönnun flugvélar sinnar. Hönnun sviðfluga Cayleys byggðist á lögmáli Bernoullis. Lögmálið felst í því að þrýstingur í straumefnum á hreyfingu minni en í kyrrsettum straumefnum. Hann gerði efra borð flugvélavængjanna stærra en það neðra svo loftið færi hraðar fyrir ofan. Þrýstingur var því meiri undir vængjunum svo flugvélin lyftist. Þegar flugvél hefst á loft verka þó nokkrir kraftar á hana sem gerir henni kleift að fljúga. Loftmótstaða orsakast af viðnámi loftsameinda við flugvélina og hægir á henni. Þrýstikraftur kraftur vélarinnar og hraðar henni. Þyngdarkraftur aðdráttarafli sem verkar á milli jarðar og flugvélarinnar svo vélin dregst að jörðu. Lyftikraftur kraftur í loftinu sem lyftir flugvélinu upp frá jörðu. Til þess að flugvél takist á loft þarf þrýstikraftur að vera öflugri en loftmótstaðan og lyftikraftur að vera öflugri en þyngdarkrafturinn. Þegar flugvél lendir þurfa kraftarnir að verka öfugt á hvorn annan. Loftmótstaða þarf að vera sterkari en þrýstikraftur og þyngdarkraftur sterkari en lyftikraftur. Þegar fyrsta flugvélin var uppgötvuð hafði hún ekki mikil áhrif á samgöngur þar sem hún var einungis hönnuð fyrir flugmann. Þó var mikill spenningur fyrir þessu nýja formi farartækis sem flaug eins og fuglinn. Þegar hún þróaðist í gegnum árin fór hún að hafa meiri áhrif, pláss jókst og farþegaflugvélar voru teknar í notkun. Flugvélarnar voru þó ekki svo öflugar að þær gætu flogið á milli landa. Svo innanlandsflug var fyrsta skrefið. Árið 1939 kom þotuhreyfillinn til sögunnar. Hann hafði gríðarleg áhrif á samgöngur. Fólk gat að ferðast í þotum milli landa og heimsálfa á fáum klukkustundum. Nú í dag fljúga þúsundir, jafnvel milljónir flugvéla himingeiminn á degi hverjum. Þær fljúga á milli heimshorna á fáum klukkustundum og við tökum því sem gefnu. Flugið í dag orðið einn helsti ferðamáti mannkyns. Það hefur veitt mönnum aukið ferðafrelsi, tækifæri til að sjá ólíka staði og gert þeim kleift að kynnast ólíkum menningarheimum. Þróun flugvélarinnar hefur haft mikil áhrif á mannkynssöguna. Flugvélin hefur tekið miklum breytingum í gegnum árin og einn mikilvægasta hluti menningar mannkyns. Mikilvægasta þróun flugvélarinnar til þessa dags þegar Wright-bræðurnir gerðu fyrstu vélknúnu flugvélina. Fyrri heimsstyrjöldin var einn þeirra atburða sem hafði mest áhrif á þróun flugvéla. Flugvélarnar tóku miklum breytingum og fóru að öðlast tilgang. Í byrjun október árið 1911 fór Ítalía að nota flugvélar í hernaðartilgangi, sérstaklega til að kanna aðstæður óvinahers. Innan mánaðar áttu þeir sig á því að þeir gætu fleygt sprengjum niður úr flugvélum og sprengt upp óvinasvæði. Þetta beitti stefnu flugiðnaðar til frambúðar og einkenndi heimsstyrjöldina. Notkun hersins á flugvélum hélt áfram í gegnum Balkanstríðið og urðu flugvélar eitt helsta hernaðartæki fyrri heimsstyrjaldar. Undir lok stríðsins voru léttar flugvélar notaðar til þess að taka myndir af stöðu óvinanna.
og enn fleiri notuðu flugvélar í hernaðartilgangi. Stuttu seinna voru herflugvélar þróaðar svo að byssum var bætt við. Þetta gerði flugmönnum í háloftunum kleift að yfirbuga óvinaflugvélar. Í gegnum stríðið urðu miklar breytingar á tækni sem notuð var við flugvélar. Loftstreymiskerfið var bætt og hönnunin gerði það að verkum að flugvélarnar urðu endingarbetri. Öll flugvélavopn voru framleidd á þessum tíma. Einnig var fjöldi fólks þjálfað til þess að fljúga flugvélum, svo framleiðsla flugvéla jókst. Á milli heimsstyrjaldanna var mikil aðsókn almennings í flug. Frægir flugmenn eins og Charles Lindbergh og Amelia Earhart unnu heimsafrek og spiluðu stórt hlutverk í fjölmiðlum. Á þessu tímabili var mikil samkeppni milli fyrirtækja að framleiða sem bestu og stærstu flugvélarnar. Þróun og framför tækni flugvéla smaug inn á ferðaþjónustumarkaði allan heim. Flugiðnaðurinn stækkaði óðum. Fólk borgaði fúlgur fjár fyrir flug sem leiddi til gríðarlegrar stækkunar flugiðnaðarins. Ef til vill hefur stærsta breyting flugvéla átt sér stað í seinni heimsstyrjöld. Í kjölfar árásarinnar á Pearl Harbor árið 1941 jókst framleiðsla flugvéla mjög og það mest í Bandaríkjunum. 100.000 flugvélar voru byggðar fyrstu 3 ár seinni heimsstyrjaldar á Bandaríkjunum einum og sér. Það var meira en framleiðsla allra annarra þjóða samtals. Margar þessara flugvéla virka enn í dag og eru að finna í sérstökum flugsýningum eða inn á söfnum. Í stríðinu var þróun nýrrar tækni mikil og hún bætti nýjum hugmyndum við gerð flugvéla. Í gegnum árin hefur flugvélin þróast gríðarlega og nútíma flugvélar þykja mjög fullkomnar. Þrátt fyrir mikla tækni á flugvélin eftir að þróast enn meira í framtíðinni. Nú í dag vinna starfshópar verkfræðinga víðs vegar heim að betri flugsamgöngum framtíðar. Margar raunsæjar hugmyndir hafa komið upp á yfirborðið. Meðal annarra flugvél með ósýnilegan skrokk, aukið hreinlændi, minni eldsneytiseyðsla, sjálfvirk viðgerð og minni hljóðmengun í flugsamgöngum.